Fyrirsögn númer 4. Það var áhugavert. Vísir.is sagði frá dómsmáli. Fyrst var fyrirsögnin á þessari frétt reyndar kona í Reykjanes. Nei, Já, byrju. Voru ekki búin með allar... Jó, við bara skipum yfir. Já, akkurat. Þetta var bara sama fréttin að annari. En þarna, sko, þessi fyrirsögn var fyrst, sko, kona í Reykjanesbæ óttaðist heiðursmorð af hendi fjölskyldu sinnar. Henni var síðan breytt í hefði slátrað dóttur sinni byggju þau í Arabalandi. Hvað er það eitthvað betri? Ég veit það ekki, sko. Veit ekki af hverju. En þetta er sem sagt dómsmál í Héraðsdómi Reykjanes, þar sem að 8 manns hafa verið ákærð fyrir stórfelld brot í nánu sambandi og líkamsárásir gegn konu sem tengist þeim öllum fjölskylduböndum. Við verum að tala um barsfaðir konunar og fyrirverandi eiginmaðurinnar, sem sagt, hann ásamt fjölskyldukonunar er búin að vera að gera henni lífi leitt eftir að hún ákvaða að skilja við hann. Já. Þetta er sem sagt bara eins og ef Magga myndi ákveða að skilja við þig og þá myndi öll hennar fjölskylda fara með þér í lið að ofsækja hana, sko, fyrir þetta er svo crazy, sko. Wow. En þetta er ekki crazy í Arabaheimi. Þetta gerist mjög oft þar og samkvæmt heimildum fréttastofu fjölskyldu frá Palestínu að ræða. Þá hefur fréttastofu heimildir fyrir því að málið tengist sambandslitum konunar við barsföður sinn og sambandi hennar við nýjan kærasta sem fjölskyldumeðlimir hafi tekið óstint upp. Svo er farið yfir alls konar ákæru efni. Fólki er ákært fyrir stórfellt brot, umsáturseinelti og með því að hafa endurtekið og alvarlegan hátt ógnað lífi og heilsu og velferð konunar með andlegu og líkamlegu ofbeldi í hennar garð, hótunum, ógnunum, húsbrotum, eignaspjöllum, þjófnaði og með því að skapa viðurandi ógnarástand fyrir hana með því að hafa reynt að nema dætur hennar á brott og fleira og fleira. Með þess að móðir konunar kemur heim til hennar ásamt mái hennar og lemur hann í klessu. Faðirinnar gerir það með bróðurinnar og lemur hann í klessu. Faðirinn segir síðan í yfirheyrslu að sko þann 22. janúar 2020 hafði 2 bræður konunnar, fósturbróðir og barsfaðirinnar komið að heimilinnar á bifreiðastæði þar fyrir utan hafði þeir veist að kærasta konunnar eftir að hafa veikt honum eftir fyrir nokkur stund og svo framvegis mennirnir hafi haldið líflátshótunum áfram símleiðis setnum kvöldið. Já, þá hafði faðir konunnar, pabbi hennar, greindi frá því í skýrslutöku hjá lögreglu þann 17. febrúar árið 2023 að ef bróðir konunnar hefði myrt hana, hefði það bara verið í góðu lagi. Hún ætti skilið refsingu í formi þess að vera lamin og fætur hennar og hendur brotnar. Einnig hafði hann greint frá því að væru hann og synir hans í einhverju Arabalandi þá var þeir löngu búin að slátra konunni. Þetta er direkt kvót frá honum. Já, direkt kvót í gæsalöfum sem er dóttur sína, sko. Þetta er sem sagt loks hafði 2 bræður, fósturbróðir, barsfaðir og faðir ítrekkað á tímabilinu frá 14. júní 2022 til 17. febrúar 2023 sagt konunni að þeir myndu drepa hana ef hún sliti ekki sambandi sínu við kærastan. Og þetta er sem sagt bara klassist svona heiðurs tilfelli í Íslam þar sem að þú veist þið hafið heyrt þetta, sko, ef að konur er nauðgað þar sem að sharia lög ríkja þá er niðurstaðan sú alltaf að það er að drepa konuna. Það eru fjölskyldumeðlimir með konuna sem að slátra henni þá. Bara helvítis hóraðin, varst að láta nauðga þér og þú bara tekin og stöppuð niður. Mann hefur séð líka bara unglingstúlkur eru publicly executed, skilurðu, fyrir að vera nauðgað. Og þú veist, það er bara next level shit, sko. En sko, þetta ágæta fólk heldur pottþétt að það sé með sko siðferðið með sér í liði. Þetta sé, þau eru sko með það háan siðferðisstandard að þeim sko þau láta ekki bjóða sér það að einhver þeirra eigin dóttir eða þeirra eigin systir fara að smána fjölskylduna með því að fara að skilja við manninn sinn, sko. Þau eru með svo háan siðferðisstandard sem er hærri siðferðisstandard en hjá gengur og gerist hjá Íslendingum að þau ákveða að virða ekki íslensk lög
heldur sko bara, herru, við látum ekki svona óskapna gerast á okkar vakt í okkar fjölskyldu og þessari konu, veistu, og þú ert, þegar þú trúir því innilega að þú sett með einhvern veginn lög Guðs með þér í liði, veistu, þá fer öll skynsemi bara út gluggann, sko. Og þetta sem sagt, eins og þetta gengur og gerist sko, í þessu menningarheimi sem er einmitt í Palestínu. Þetta Palestínu fjölskylda. Og aftur, ég ekki að segja að allir Palestínumenn séu einhverju drullusokkar, en það svo margt sem svolítið mikið öðruvísi í Palestínu. Og það til dæmis líka þú veist, Gays for Palestine, sko. Já, það eitthvað skrítið, sko. Þeir haldi einhvern veginn bara, þú veist, veistu ekki að hommar eru teknir af lífi í Palestínu, þeim bara hent fram á hús. Nei, þetta bara lygi. Þetta bara einhver ISIS áróður, sko. Þetta bara kjaftaði, en það þannig í alvöru talað, sko. Það þannig í alvöru talað. Og það þannig á Gaza. Hamas eru massív fasista samtök sem að taka homma af lífi alveg hægri vinstri.